Það er Pingjan sem heilsar þannig að föstudaginn. Já, halló. 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 Hvað segir riddin í dag? Það er bara gott. Það ekki? Jú. Það er einhver svona, það er einhver smári í þér í dag. Já. Það held ég, við frusum hérna Lavazza allt. Já. Nú er smári búin að brenna sig á tungunni. Nei, ég er búin að vera voice-spottaður 2 þessari viku. Já, það er eitthvað sem að ég á held ég eftir, sko. Það segja allir bara, já, þú ert miklu feitar en ég held. Nei, það var nú ekki þannig. En þannig að ég var að hugsa að byrja að breyta röddinu minni í poddinu. Já. Þannig ég sé ekki Þannig að þú þekkist ekki út af götu. Já, þannig ég sé ekki voice-spottaður. Já, það sem gerist er að einhver þekkir þig, Bara á þitt röddinni. hlutverk í Já. Pingjunni, bara á röddinni einni og sér, sko. Já. Sem er alltaf merkilegt. Ég held að ég hef ekki lent í því. Það veit allir hvað þú ert. Þú varst í Já, aftur. það er andlitið, sko. Já. Þú ert búin að vera frægur í 15 ár. Maður er með andlitið alla veggi. Er það ekki eitthvað lag? Hvað? Frægur í 15 ár? Nei, 15 ár á fyrst. Nei, er það ekki yfirleitt? Frægur í 15 ár. Er ekki alltaf að tala um 5 mínútur eða eitthvað? Ég veit það Nei. ekki. Þú ert með 15 ára fræð hérna undir bækin. Þú gortaði nú reglulega því. Nei, það ger ég ekki. Herri, Lavazza sjálfsögðu með okkur í dag. Geðveitt kaffi. Það er sjóðheitt í dag, sótsvart. Við þurfum að fara að fylla á byrðirna núna eftir sumari. Lang besta kaffi. Sendu okkur myndir. Já. Það fæst út allan heim. Já. Fólk er að fatta það. Ég elska að fá þessar myndir, sko. Og jafnvel ef að fólk er í stuði bara, eða er eitthvað í fríi ennþá eða eitthvað, bara senda á pingjan.pingjan.is, bara mynd af Lavazza. Já. Sendið okkur mynd, sýnið okkur hversu sterkt og svart það er. Já, svörtu hylkin. Já. Það eru 2 svoleiðis. Já. Svo ferði svona einn mildan. Já, einmitt. Og jafnvel díkaf, sko. Já. Þú varst aldrei heitur fyrir því hérna. Ég hef svolítið verið að rekja mömmu. Það er mamma byrjum kaffi, þá gef ég henni díkaf. Góður rekkur, sko. Svo frussar hún og svo. Herri, við þökkum Lavazza fyrir svo er jómfrúinu þetta. Ég fór á menninganótt núna. Já. Settist niður á jómfrúni. Rétt missi að sumadjassinum, sko. Já. Sem að var náttúrulega alveg ferlegt, en það stoppaði mig ekki í því að setjast niður með nokkra öllara þarna. Já, sullar í hvítvinni. Því líka elitan. Bjór, varstu að drekka bjór? Hvað segirðu? Varstu að drekka bjór? Já. Því líka elitan sem var mætt þarna í portinu. Já, leið mér að giska. Það er einn þarna sem að, já, bara svona hefur verið umsvifamikill í... Einhverju glæbamenn eða? Nei. Þá þóri ég ekki að giska. Skúli Mó var þarna, mætti í rúlukrabólnum alveg skellihlæjandi, sko. Já. Svo að bæjarstjórinn á Seltjarnarnesi þarna og þú veist, þetta er bara fólki sem að rúlar hann sko. Hver er það með fullri fyrningu? Bæjarstjórinn á Seltjarnarnesi? Já, Þór, meistari, algjör meistari. Hvað fær svoleiðis maður sér á jómmunni? Ég var nú ekki að fylgjast með því, en við ætlum samt að minna á að það er það er á morgun, er síðasti sumadjassin, samkvæmt dagskrá. Veistu hvað var það besta sem ég gerði í veiði hérna fyrir 1 eða 2 vikum? Nei. Blackout, búin að missa nokkra fiska. Ömulegur á hápnum. Ásbjörn Daniel værri en á hápnum en ég samt. Þið tveir saman flottir. Að ég vakna við það að bókun er staðfest. Ég bókaði borð á Jómmun í desember. Já, er það? Út í á. Gerður það? Já, þannig að til allra veiðimanna sem er að drullu upp á bak. Það er hægt að bjarga veiðinni með því að bóka bara, þú veist, ég fekk á besta tíma. Ég held að það sé 8. desember. Það er sem sagt byrjað. Já. Það er núna, en þú veist, hlaðborðið er samt ekki komið inn. Já, nú fyrir bara hver að vera síðastur að byrja að bóka fyrir jólin, sko. Já, þú getur bókað borð, sko, þú veist, já, við hvetjum fólk bara til að byrja að huga þessu. Já, ferlega sáttu með þetta. Jómfrú allra landsmanna. Vakna, pínutimbraður, fer í síman. Bókun staðfest. Já, þetta er bara... Jómann, maður, jómann. Það hefur runnið að leið. Já. En já, sko, fréttavika, það eru náttúrulega margir sem eru farnir að gera það að vana að bíða eftir töðinu hérna í þér, í mér, eftir stýrivaxta hækkun. Já. Ég er hættur að kalla þetta stýrivaxta ákvarðanir, bara stýrivaxta hækkun. Já. Það er 14. sinn í röð núna. Það er ótrúlega sniðugt hjá þér. Hvernig þú það? Það standa nú í 9,25%, það var 50 púnta hækkun. Það er nú eflaust ekki farið fram hjá mörgum, en þetta var í gærmorgun. Já. Og hérna, þú veist, nú er þetta bara spurning, sko, nú eru komnir húsnæðisvextir, eða húsnæðislánavextir eru núna í 10,25 til 10,5% hjá bönkunum. Þetta er væntanlega að fara að hækka eitthvað í kringum bara 11. Og það er auðvitað mikil titringur, hagsmunasamtök, verkalýðsfélög og fleiri bara markaðsaðilar hafa látið í sér heyra út af þessu og
En hann Ásgeir sko hann kemur alltaf með auðvitað, hann rökstyður þetta og svona og hann einhvern veginn alltaf svona þú veist, að benda á hinn og þessa. Já. Þú veist, hann tala núna að fyrirtæki þurfa að sína ábyrgð með verðlækkunum í ljósi styrkingakrónunar og ég enda sammála því, krónun hefur verið að styrkjast alveg gríðarlega hérna frá byrjun sumars og maður býður bara hreinlega eftir að sjá einhverja verðlækkun bara hérna vegna þessa. En svo lætur hann líka ríkisvaldið heyra það, bað þau að halda aftur á sér og við erum nú svo sem sammála þar líka eða ekki. Jó. Og hann nú kannski verðt að minnast á það að Bjarni hefur boðað til fundar sko 11:30 núna í dag. Já. Með kynningu og aðgerðum sem sagt að nú aðhald í ríkinu en einu sinni. Eitthvað svakalegt að koma. Einmitt sko. Þetta er þetta á föstu degi klukkan 11:30. Já, bara núna eftir. Já, núna eftir, já. Akkurat. En svo var hann líka að hvetja sko vinnuveitendur að vera ekki að hækka laun til að koma í veg fyrir sko víxlverkandi áhrif á þá launahækkunum og svo verðbólgu sem svo sem bara nokkuð rökrétt, þú veist. Maður sér ekki fyrir endan á því ef þetta á að halda þannig áfram, skilur alltaf. Þetta sé bara nýju kjarasamningar, við ætlum að hækka 10%. Þá bara hækka verðbólgan og þú veist að það er einhvern veginn að koma böndum á þetta. En hann er svo enn og aftur komin í ráðgjafastólinn. Mönur nú eftir því þegar hann kom fram hérna og talaði mældi með að festa vexti og maður velti fyrir sig svona, er þetta hlutverk seðlabankastjóra? Já, bara besta fjármálaráðgjöf sem þjóðin gat fengið. Já, klálega, ég meina, þú veist 100%, en hérna nú er hann að segja fólki að fara og tala við lánveitendur og endursemja. Og já, þú veist bara við þá sem að basically tóku ekki ráðum hans að festa vextina. Já. Nú er hann að tala til þess hóps. Þú veist, þetta var klálega gott og gilt ráð sem hann gaf þarna, en maður velti því samt fyrir sig hvort að þetta sé hans hlutverk að vera að tala svona. Einhverju segja það sé óábyrgt og jæri, en þú veist, þetta var klálega mjög gott ráð. En byrju, hvað er ráðið? Ráðið núna er að bara að fara að endursemja við bankana, þú veist, það var væntanlega að tala um að reyna að endurfjármagna yfir á verðtryggt bara. Já, þú veist, til að minnka greiðslubyrðina. Já, þannig að hann tók ekki fram hvað actual ráðið er, eða? Já, bara endursemja. Já, ok. Þú veist, það sem er auðvitað gerast, þú veist, maður les það alveg á milli línan þar að, þú veist, bara fara og minnka greiðslubyrði á meðan þetta stendur yfir í verðtryggðulánunum sem hann náttúrulega mun eflaust koma í baki á einhverjum síðar. Já. Hérna, já, þetta er áhugavert. En hann er svo að tala um að það sé ekki útilokað að vextir munu hækka meira á næstu misserum. Ég fór nefnilega, sorry, ertu búinn? Nei, ekki alveg, ég fer bara að velta þig fyrir mér sko. Hérna, og maður spyr sig, verðum við ekki bara að fara að taka upp Bitcoin? Þurfum við ekki bara að fara, hérna, er þessi króni ekki alveg orðin þreytt eða? Ég veit ekki. Við erum sko með 7. hæstu stýrivexti í Evrópu og þar erum við í félagskap með Úkraínu, Rússlandi, Hvíta-Rússlandi, Tyrklandi. Þegar þú segir það svona, þá er þetta kannski pínu skrítið. Þetta er bara, já. Þetta er gali. En hérna, en svo eru húsnæðisvextir í Bandaríkjunum og víðar er ekkert eitthvað mikið lægri, sko. Nei, 7-8%. Já, en þú veist. Heimurinn er að glíma við verðbólgu, en mínum punktar, og til að ég horfði þarna á kynninguna hjá einum af bankastjórunum, heitir hann Þórarinn eða? Af seðlabankastjórum? Já. Það er náttúrulega bara eitt seðlabankastjóri, það er aðstoðar seðlabankastjóri hérna. Eru ekki kallið 3 eða eitthvað? Já, þeir eru í peningastefnunefnd. Já, allavega skiptir ekki máli, það var Ásgeir, hún heitir Ragnheiður eða Rannveig, og svo var hérna 3. Og hann var með sko, það var allt minni en var spáð, bara minni einkaneysla, eða þú veist einkaneysla er að draga saman, það verður minni hagvöxtur, heldur við að búast við, fjárfestingar að dragast saman, erlend kortavelta, þetta var allt, og samt er 0,5, þannig að maður fyrir svona að hugsa, ef þetta væri bara á trakki, hvað hefðu bara gufusóðið okkur í 1,5? Ég bara veit það ekki, sko. Þú veist, því að þetta var bara svona eitthvað, ok, það er einhvern veginn allt svona að trammast niður, eins og við hefum viljað. Hendum 0,5 í fésið. Svo er þessi undirliggjandi verðbólga sem er alltaf verið að tala um, sko. Þú veist, það er eitt að mæla, sko, mæla verðbólgu, svo er það undirliggjandi sem er svona saying í þessu, sko. Að hún sé svona ennþá. Hún er sterk. Það er hiti þar, sko. Undirliggjandi verðbólga. En ég ætla ekki að tefja ykkur meira með þessum pistli. En, já, ég meina sparifjáreigendur, þeir fagna þessu. Það einhverjir fagna og einhverjir hérna bölva. Já, þetta. Sum er bara alveg sama, þeir eru bara með fasta vexti og þú veist, þannig er það bara. Við gætum spilað I'm Still Standing, ef við sitja það. Nei, við gerðum það núna nýlega. Já, tökum það næst. Eftir næstu vaxtaðekuna. Já, hann allavega ekki búin að stúta okkur ennþá. Nei, herruðu. Já, þetta var að sjálfsögðu fréttvíkunar. Já, svona. Já, þú veist, það var svona smá gúrkutíð í fréttunum, en svo núna erum við tiltölulega snemma ennþá inn í þættinum.
og Herðu, viltu ekki spila eitt? Time to say goodbye. Nú? Hann hætti hann á Kviku, Marino. Já, herru, ég er þetta með fréttum það. Ekki lægi að spila það fyrir hann? Já, við getum nú gefið honum smá tribut hérna. Farvel, hann hefur nú komið í Seðlabanka Kópavogs. Já, ekki til okkar, hann fór til Drugs After Dark þarna. Já, alveg út og dópaður eitthvað. Nei, hann var reyndar ekki hérna. Hendum á, fyndi hvernig ég tek alltaf á mig ef ég drulla á mig hérna. Sko, Marino náttúrulega kemur inn í Kviku held í 2018, gott ef ekki 16, 17 Er það svo, þú kannski flettir því upp en hérna, hann verður held ég Forstjóri, hann kemur í ágúst 2017 Já, 2017 Forstjóri 2019 Forstjóri 2019 og hefur gengt þessu hlutverki í tæp 4 ár og bankinn hefur náttúrulega vaxið gríðarlega á þessum tíma Það verður bara viðurkennast, þetta tekinn hérna á aðalmarkað og Já, þetta var hvað? TM, Auður Já, þetta var acquisitions, sko Auður stofnað Auður, já, sem bara frábært, frábær svona, hvað segir maður? Svona frábær viðbót við markaðinn Já, akkurat Og veist, klálega, bara svona var hreyfiafl Ágætt að geima peningana það Já, ágætt, algjörlega ágætt En sko Hann alltaf hættur og hann setur inn myndband af sér inn á Facebook Já, Marino Örn Tryggvason, þetta er fyrir þig Og Say goodbye Nei, það var svo sem ekkert undirbúið í þessu En ég, sko, Kvika, þetta er gríðarlega flott fyrirtæki og flottu banki og við að sjálfsögðu Óskum honum velfarnaðar í framtíðinni en hann setur inn myndband af sér á Facebook það sem hann að þér verðist að renna sér niður einhver svona heimagerðar hennibraut í garðinum Á sprellanum eða? Nei, hann var nú bara í sundbuxum hann var á kassanum vissulega sko Það væri ískla grilla Hann skrifar undir tímamót í dag og það var doldið fyndið, það var einhver það var verið að kommenta svona undir og svona það var einhver sem kommentaði eitthvað að þetta væri betra svona outro heldur en að þetta væri talsvert flottara outro heldur en hjá Byrdu bankastjóra og eitthvað svona Já, alltaf er ekkert að fara að byrta starfslokasamningin hans Já, svo er það Byrtu samningin Verðum við ekki að kalla eftir því eða? Jó Er þetta ekki Við förum fram á það, hér með Nei, en nú hefur Ármann Þorvalds fyrrum bankastjóri tekið við Já Og hann er nú alveg hókinn að reynslu maður Hann er fastur en sangjarn Já, hann er sennilega mjög góð lýsing á honum En við óskum bara Marino, velfarnaðar og sömulegis Kviku bara á nýjum tímum Herðu, en sko, eins og ég sé, við erum til að snemma ennþá inn í þættin og þá gerir ég ráð fyrir að svona, það séu fleira hlusta heldur en eftir kannski 20 mínútur og þess vegna vil ég minna á eitt Þú veist, það er fólk þarna sem er að hlusta sem er í sjálfstæðarekstri með fyrirtæki og jável bara stærri fyrirtæki skiptir ekki máli, ég vil minna á það að það er skil á ársreikningum fyrir 5. næsta til ársreikningaskrár 31. ágúst og treysti mér, þið viljið skila þessum ársreikningum á réttum tíma vegna þess að, nú ætla ég að lesa smá grein hérna samkvæmt 1. málsgrein 120. greinar skal ársreikningaskrá leggja sektir á þau félög sem vanrækja skyldu til að standa skil á ársreikningi eða samstæðureikningi til opinberrar birtingar innan þeirra fresta sem kveðið er á í 109. grein 109. grein. Þeirra frestur samkvæmt 109. grein til að skila ársreikningi eða samstæðureikningi liðin skal ársreikningaskrá leggja á viðkomandi félag stjórnvaldssekt að fjárhæð 600.000 krónur og jafnframt krefjast úrbóta Sko, ef ekki berast fullnægjandi skýringar eða úrbætur innan 30 daga skal lögð á félagi stjórnvaldssekt að fjárhæð 600.000 krónur. Já, þetta er brútal. Og þetta er alveg sama hvort að þetta sé bara fyrirtæki sem er ekki í starfsemi, sko. Eða bara, þú veist, Marel, sko. Já. Það er bara 600 skall punktur, sko. Það er reyndar lítur Marel, hann lútir öðrum lögum, sko, hvað þetta varar, með kauphöllin og annað, en Já, ég held að þessu löngu búin að skila. Já. Það væri helviti fyndið að Marel var að trassa þetta. Þetta var lélegt dæmi. Þá á ég kannski við, ég veit ekki, eitthvað stórt fyrirtæki sem er ekki skráð. Eitthvað stórt fyrirtæki sem er ekki skráð bara, þú veist. Bara brim eða eitthvað. Já, nei, en þú veist, skatturinn, hann hlífir auðvitað engum. Það eru auðvitað fleira gæta þarna. Þetta eru svæsnar sektir hjá skattmanninum. Það er, sko, virðisaukaskatturinn er að mínum mati samt mest brútal. Það er 1% dagsektir. Já, ef maður skilar að þú skilar ekki vasknum á réttum tíma. Já. Ég hef einu sinni lent í því. Já. Og það var nú fyrir löngu síðan en þá
basically vissi ég ekki af tilvist varsinn sko. Rakki mig bara á og skilaði því inn svo síðar sko. Þannig læri maður nefnilega sko. Svindlaði eins á kerfinu. Nei, það var ekkert svindl þarna. Bókarinn auðvitað samt átt að vita þetta og minna mig á þetta sko. Við komum með eitthvað bókar þarna. Ég hef einu sinni lent í þessu og ég hét því að gera það aldrei aftur. Þetta var nú einhver þannig upphæðir en ég var samt bara í sjokki, bara 1% þú veist, í 10 daga. Já, þetta brútal. Já, það það. Bjarni, það gefur og hann tekur. Þetta Bjarni og Sjallarnir. Herðu, sko, við erum nú fleira hérna. Já. Ég ætla nú að skipta af þessu lagi. Varst þú með eitthvað hérna, kannski inn á milli? Ég geti hendi launþega vikunar bara. Já, herðu, verðum við ekki að gera það í boði Júsú? Boði Júsú og ég reyndar verða að koma inn á framfæri. Já. Júsú í Garðabæ hax. Við erum 3 mínútur frá. Já. Við erum fann hlaða á okkur í hádeginu. Nú ég komin í Laugardalinn. Og ég labba bara yfir á B29. Fórhóðnum daginn. Býtu hvar í Laugardalinn ertu? Ég hérna bara fyrir aftan Kirkjusand. Hérna. Já, í nýju íbúðunum þar? Já. Já, svona, já, þú veist, þú ert sennilega ekki íbúðuna sem þú ert að tala um. Svo ertu með kaffi Laugalag hérna? Já. Hérna, einmitt, ég var að átta mig á þessu hverfi bara daginn. Nú er þú ösku fullur þarna allar helga. Ég að selja bílinn sko því að mér líst svo vel á þetta hverfi, það allt til alls þarna sko. Já, það bara staðan. Kannski shoutout á það, farið inn á bílasölu.is og leitið að Hyundai i20 brúnum 2016. Já, það staðan. Og hvað getið þið keypt hann? Hvað er langtíma leigu eða? Hvað, bara eitt bíl? Já, við hérna ætlum hjúinn að taka, erum bara með rekstrarleigu á einum. Ég að segja, þú veist, það hérna, hún vinnur stutt hjá og ég vinn mikið heima og þú veist, svo bara mathöllarna og krónan og ísbúð og það allt til alls. Þetta geggja hverfi? Geðvitt hverfi, sko. Og Júsú þarna sjálfsögðu. Já, Júsú. Sjálfsögðu. Heyrðu, Júsú, launþegi vikunar. Þessi kemur beint frá yddanum. Já, þú ert að tilhöra núna. Ekki það að við séum orðir uppi skrópa. Við höfum aldrei gert þetta. Nei. Og það fullt í skjælinu. Það ennþá nóg af launþegum minna. Ég má til. Þú verður að hérna að tilhöra. Við ætlum að gefa Júsú fyrir 2. Erla Þórisdóttir, sérnámslæknir í heimilislækningum á heilsugæslunni Hvammi hérna í Kópavogi. Já. Og sko, ég var í hérna barnastúsi og það aldrei gaman að fara til læknis með krakka. Nei. Svona yfirleitt ekki. Ég þekki það ekki en ég get ímyndað mér að það sé bara hryllingur. Það búið að vera eyrnavesinn á juniornum. Sem þýðir að ég búin að hitta örugglega annan hvern eyrnalækni á landinu síðan 3 ár. Og þeir eru svolítið harneskulegir sko. Þegar hún mætir komdu hérna og stinga einhver upp í eyrað og það engin vettlingatök. Nei, þú veist, maður er að játna krakka niður til að halda honum föstum. Heyrðu, við löpum hann inn. Svo sem ekki eyra sem vandamál þetta skiptið. Það eins og ég sé að labba inn í Disneyland eitthvað. Hún einhvern veginn svona beygja sig í stólnum með sápukúlur. Blása sápukúlur. Það bara, það ekki einhvers konar nýsköpun bara í læknisfræðum? Jú, það ættu allir læknar að taka sér þetta til dags. Heyrðu, svo bara dælur hún korpasveita drasli í krakkana. Og hann vildi ekkert fara með mér heim sko. Hann var bara, heyrðu, ætlar ekki að skoða mér tærnar og allt. Ég held að þetta sé bara ágætis viðskiptahugmynd fyrir læknarna að úti. Fara bara í einn rekstur og vera bara með svona Disneyland læknarstöð sko. Hún spotta mig á röddinni. Já, þetta voice-spottið þitt. Hún spotta mig og gefur mér drullugóð ráð. Besta þjónustu sem ég fengi hjá lækni á Íslandi. Punktur. Og læknar eru launþegar, það verður bara að segjast. Heyrðu, svo nefnilega sko, ég veit reyndar ekki hvort hún sé í því. En hún sagði mér að hún er að skoða Payday. Já, hún er að skoða Payday. Já, maður, geðveikt. Já. Við óskum Erlu Þórisdóttir, hún er í samband, Pingjan. Pingjan.is og þú ert búinn að tryggja þér máltíð fyrir 2 á Júsú Burgers hamburgerstað okkar kynslóðar. Neldu þessi í þig. Sér það. Þetta ekki langt undan. Nei. Og ég ætla að fá að mæla með bara hérna shoppiborgarinn. Bara svona rétt í login á Júsú. Þetta var það fyrsta sem ég gerði þegar ég kom núna. Ég er búinn að vera út allt land. Ég neldi með fjölskyldun á Júsú. Já. Þetta er geðveikt. Já. Þeir þurfa að vera á fleiri stöðum á landsbyggðinni. Þau eru náttúrulega komin í hveragerði og þú veist, þetta er alltaf að gerast sko. Þetta gerist. Þetta er alltaf að gerast. Við þakkum Júsú kærlega fyrir samstarfið. Nú, úr launþega vikunar yfir í sko, við varst eitt áhugavert hérna, eða áhugavert, þú veist, þetta er nú svo sem bara orðið sjálfsagður hlutur, hérna, skel. Johnny Strikes Again, Skeljungur er núna hérna... Skelfjörðin? Nei, komin í meira acquisition. Já, hvað voru að kaupa núna? Eitthvað búvís? Þetta er búvís sem er sko
samkvæmt frétt, ég hef nú ekki, verða viðurkenna, ég hef ekki heyrt þetta fyrirtæki. Það veltir held ég kringum eitthvað 800 mils 1,5 miljard. Nú, það er svo mikið. Og svo bara til að vera með þetta alveg, já, 1,7 miljardur 2022. Og fyrirtækið er staðsett á Akureyri og það er búið að undirrita þennan kaupsamning um kaup á öllu hlutafé og með samt eins og alltaf háð fyrirvara samþykki SKE samkeppniseftirlitið. Já, það geti nú tekið sinn tíma. Já, það geti það og en sko Búvís er stofnað í janúar 2006 af bræðurunum Einari og Gunnari Guðmundssonum. Þeir reyndar uppteknir núna að nýða sjávarútveginn, þannig að þeir eru ekkert að spáði þessu. Já, eru þeir? Já, hendum þessu bara í gegn. Já, helvískir. En sko, já, félagið sérhæfir sig í sölu og þjónustu búvéla rekstravara til bænda, svo sem áburði, rúlluplast og rúllunet. Vaxandi þáttur í rekstrinum er einnig sala á vörum til annara hópa og þú veist, þetta er, maður velti fyrir sig bara, þú veist hvað, þau eru bara sölsa undir sig bara hinn og þessi fyrirtækin. Já, það er... Þú veist, playið hér er að vera, þú veist, eitthvað nær bændum eða svo leiði, sko. Það er örugglega gaman að detta inn í þetta dílfló hjá þeim. Allir Níelsen sé alveg bara á milljón í cold-callum. Já, ég held það. Væri þetta að plata hana? Koma inn og aðeins lósum hvernig venjulegum dagur er þarna. Það þarf alveg að skoða það. Ég velti þessu fyrir mig bara... Þetta er eins og Visma sem við tókum í síðustu viku. Þetta hljómar sem bara draumajobb fyrir mér að vera einhvern veginn bara svona skáta einhver ný fyrirtæki til að kaupa, sko. Já, þú veist, og þú veist, það hef bara acquisition bara í 3. hverju viku þarna hjá þeim, sko. Reykfjörun eru örugglega bara, Níelsen, hvað erum við að kaupa? Heldur hún ekki bödduna þarna? Ég veit það ekki, maður. Jú. Það þekki ég það? Jú, það hlýtur að Níelsen. Já, hún er velkomin til okkar og aldrei að vita nema við fáum betri innsýn inn í hvað er að gerast hérna á Skeljungi, þó mér þykir það nú ólíklegt að við fáum einhverju innsýn í það. Jú, House of Skel. House of Skel, nú er þetta náttúrulega orðið bara, hvað heitir þetta ekki bara House of Búvís þá eða? Ég verða... Þú veist, er ekki eitthvað nafn yfir undirflokkana? Það er House of Skel og svo er náttúrulega... Já, sko, það er ekki Búvís klan? Búvís klan? Já, er ekki svona er ekki klön undir svona house? Já, þú meinar, ég þekki ekki. Bröð og Kó klan? Já, þannig, það er náttúrulega komið inn í heimkaup. Tjúli búið að vera mikið að gera hjá þeim, sko. Þetta er bara orðið alvöru kóngulofið. Taka þennan reikning, svinga honum inn í þennan, setja þetta saman, inn með líbana, á marka með þetta. Níelsen! Nei, eina sem ég ætla að trassa og þau eru búin að gera allt vel núna síðastlega ár, mjög gaman að þeim að fylgjast með þessu. Þau skýrðu eitthvað styrkás eða eitthvað. Það er held ég versta nafn sem hefur komið frá þeim. Byttu nú við. Skrifa styrkás, ég held að það sé. Það er svona eina, ég myndi vilja sjá rýbrand þar, sko. Já, fjárfestir í styrkás, eignarhaldsfélagi Skeljungs og Kletts. Já. Þannig að í rauninni þetta Búvís er að fara undir styrkás. Já, undir Skeljung. Já, en styrkás er eignarhaldsfélagi sem á Skeljung. Já, þú veist, emitt. Já. Þetta er orðnir nokkrir armar, sko. Já, það þarf að leita langt upp, sko. Þannig að þetta er í styrkási. En þetta er áhugavert og við elskum House of Skel, ADOID pingjumenn. Herðu, nú síðasti metanbílinn, hann er seldur á Íslandi. Já. Manstu þegar metan átti að vera framtíð? Það voru fögur fyrir heit maður. Samt, þetta er vissulega, þú ert að sportna, þú veist, gegn kólefni, vissulega, með nýtingu metans sem, þú veist, eldsneytis, sko. Ég er endar núna þegar þú segir þetta. Ég er að rugla við vetni. Var ekki líka eitthvað moment það sem allir strætóar átt að fara á vetni eða eitthvað? Já, en svo kom metanið, þannig að fljótlega eftir og svo núna náttúrulega bara rafmagnið sem er bara að drepa það bæði, sko. Já. En þetta var allavega frétt hérna, síðasti nýji metanfólksbíl landsins var seldur síðastliðin föstudag í bílaumboði Heklu. Í bíli að minnsta kosti. Ég vil ekki tala í lúna núna, ég ætla að draga tilbaka. Hvað? Ég fór bara að hugsa að, þú veist, hvað var ekki fyrir gaurnum sem er síðasti? Ætli hann sé ekkert að kaupa köttin í sekknum, eða? Já, þú veist, hvað veit maður? Ég veit það ekki. Það er aldrei að vita komið comeback. Ég veit svo lítið bíla. Hvað er þetta hlaðið? Er þetta bara, ferðu bara på næsta bóndabæ og beljurnar prumpi í þetta? Ekki verið að spyrja með svona erfiðum spurning. Er það ekki metan? Já, þetta minna bara, nei, ég veit ekki. Metangas, ég held það. Já, jú, það er náttúrulega, það er það, sko. En metan er óumhverfisvænt í eðli sínu, sko, og með minni nú af okkar fræðidögum í þessum kolefnismálum að það, sko, metan helst, sko, ég man ekki, það helst lengur í lofthjúpnum, sko, og er þar að leiðandi. Mengunargildi á því var bara eitthvað
15-falt hærra heldur en á kolefni. Já, en það er styttra. Það er bara svo miklu minna. Já, en málið er sem eldsneyti á þetta víst ekki að vera neitt sérlega óumhverfisvænt. Nei, ok. Þetta á að vera betur en bensín allavega. Já, þá skulum við klappa við því. Skulum þetta þökkum fyrir þetta innlegg. Herðu, sko, svo er hérna kannski neytendastofa, bara aðeins smá mennsjón, sko. Já. Hvernig það mæta þau bara upp úr þörru, bara svona poppaðu bara upp í búðinu hjá þér? Ég þekki ekki. Ert þú ekki með þessa ferla alltaf á hreinu? Nei, ég þekki það. Ég var að sjá, sko, þið fóru í vettvangsferð í 45 verslanir í Skeifunni, bara hérna. Já, búljum Skeifuna. Já. Kitty. Já, ég velti því fyrir mér. Hvernig ætli þetta sé svona innanborðs, þú veist, þetta er bara fólk, það hefur einhver mætt bara. Það er fólk þarna inni með húmor, þú veist, við gefum okkur það bara. Já. Hvernig ætli svona starfsandinn sé þetta, hvernig ætli sé tala saman, samskipti á milli fólks inn á neytendastofu, bara svona, ég var að negla þessa í dag. Já, það er eitthvað, eða þú veist, hver er fréttin, hvað voruð að negla, hvað var að? Skoðu 45 verslanir í Skeifunni og það voru gerðar athugasemdir við 14 af þeim fyrirtækjum og 10 þeirra brugðust við. En svo voru 4 fyrirtæki sem voru bara Sýrafók, Skeifunn, gerði ekki neitt og fengu þar að leiðandi sekt. Og þetta eru 66 gráður Norður, Hagkaup, Herralagarinn og Kuldi. Fyrir hvað? Vegna verðmerkinga, eða skort á verðmerkingum. Þú veist, það vantaði bara einhvers staðar. Já. Og þú veist, maður bara veltir þessu fyrir sig, skilur, af hverju að fara bara í Skeifuna, skilur. Já, ég sé það hefur einhver kitti þarna, mætt brjálaður á mánundi, þá hafði hann eitthvað, séð vitlausa merkingar, og hann bara lætur til sín taka, og nú förum við bara tökum við það. Já, þú veist, ætti ekki að gera bara svona frekar úrtak á fyrirtækjum. Jú. Bara svona random úrtakanir, bara, herri, tökum Skeifuna í dag. Ég þekki ekki mekkan hann á bakvið, sko, en svona, með tilliti til rannsókna, jú, þetta ætti nú örugglega að vera. Já, þú veist, maður bara veltir þessu fyrir sig, bara hvernig mórallin er þarna, skilur, innanborðs. Ég hef ekki starfað í einhverjum svona stofnun, en þú veist. Það er bara sögu frækt núna hvað kaupmenn í Skeifunni eru harðsvífir. Þetta eru bara glæpamenn, ribaldar. En allavega, við óskum, Neytendastofu til hamingju með þennan feng þarna, þetta var virkilega vel að þessu staði. Höfðu eitthvað upp á grafsinn. Virkilega vel að þessu staði. Fagmannlega af þessu staðið eflaust. Nú, herru, gott að fá okkur í heimsókn. Týr og Ægir, varskipin góðu. Það er nú eru þau bara á leið úr landi. Já. Það er grískur einstaklingur sem er að kaupa þau. Og sko, í rauninni ekkert frásögu færandi við það, en sko, það sem svona, just fyrir utan það, við erum bara að vera varskipslaus í raun, sko, eða þú veist, hvað hefur ekki bara eitt eftir, eða? Ég hef ekki hugmynd. Nei, sko, það sem svona, eins og ég segi, það sem sló mig við lestur þessara fréttar var, og nú bara, ég man ekki hvort ég hef fjallað þetta á sínum tíma, en Fagur EHF keypti varskipin í júní í fyrra á samtals 51 milljón króna. Já, ok. 2 varskip. Já. Veist, þetta er alveg flikki, sko. Já. Og nú velti maður því fyrir sér, sko, því að hann er að selja þetta núna út í Grikklands, eða þess að þetta félag, Fagur EHF. Já. Og maður velti því fyrir sér hvert söluverðið verður á þessu, þegar hann er að selja þetta út. Og Fagur það er í eigum mann sem heitir Friðrik Jón Arngrímsson. Já, góð maður. Og þú veist, hér gætu við verið með helviti farsælan skipaflippara, ef svo má orðið komast. Og samkvæmt grein frá, ég gróði upp eina grein frá ágúst í fyrra, þá voru skipin sett boðin út í ríkiskaupum. Já. Og við hefum nú fjallað ríkiskaup áður í Já, þannig hann er að kaupa þau bara af ríkinu. Já, og þú veist, sko, málið, þar var hæsta boð 125 milljónir. Nú. Og það kom sér frétt það, og það átti að ganga frá þeim kaupum, en kaupandinn gæti ekki staðið við að lokum. Og svo hann Friðrik endar með þessi 2 skip á 51 milljón eftir, þú veist, að þetta datt fyrir kaup sem átti að fara í gegnum 125 miljónum og veist, 51 miljón fyrir 2 svona skip, þetta er bara svo meðalstór 2 herbergja íbúð í dag, sko. Já. En sko, ef ég þekki Friðrik rétt, þá er hann ekki að flippa þessu. Hann er náttúrulega að skipa sali. Já. Þannig að mig grunar að hann sé að gera þetta fyrir umbjóðendur hann úti. Já, og sé bara að taka kommiss. Ég held það. Ég held að hann sé ekki í þessu... Er hann eitthvað að gera það upp eða eitthvað þannig? Skipin? Nei, ég held að hann er skipasali, sko. Ships.is. Þú meinar. Góð maður, hef mikið unni með honum. Já.
En ég veit ekki, ég get komið með þetta. Já, þú veist, ég meina, auðvitað samt væri, hann hefur séð sér bara leika borðið þetta ríkisköp, ég meina, þú getur gert alveg helst kaupan inn á, sko. Það getur reynda líka verið, sko. 51 og selja þetta, ég veit ekki, 150 eitthvað, heyrða 100 milljónur út úr krafsinu, Já, ég vona það. En algjörlega. Það er svona eitthvað sem segir mér að hann sé frekar bara brókera. En það sko, alvöru braskarar inn á ríkisköpum. Við ætlum nú alltaf að fara eitthvað aðeins dýbra ofan í það. Já, við reyndar stofnum nú sjálfur aðgang daginn. Ég fæ núna alltaf sent fyrir öll útboð sem er í gangi. Það er eitthvað gaman að fylgjast með því. Mitt, sko. Talandi útboð, örlítið hérna, smá fréttabútur með Isavia. Þau eru að ráðast í sitt fyrsta skuldabréfaútboð. Þeir eru endurfjármagna hérna eldri skuldir á hagstæðari vaxtakjörum vissulega, eru að fara út á erlenda markað fyrir 175 milljónir evra, það eru 25 miljardar íslenskra króna takk fyrir. Og þú veist, eins og þú segir með þessi útboð og talandi þau, eins og með þessi skuldabréfaútboð, maður velti því fyrir sér sko peningana fyrir þá sem að sjá útboðin. Nú vorum við með hérna Daða í vikunni hjá okkur og hann var náttúrulega að sjá þessi útboð og þú veist, þú ert með þessi fjármálafyrirtæki, þú veist, Fossar og allan fjandann sem að sjá þetta. Og þú veist, ef þú fær til dæmis bara Reykjavíkurborg, Reykjavíkurborg er búið að safna held í 10 milljónum núna á árinu við útgáfu skuldabréfa og ef þú fær þannig verkefni, bara, ég veit ekki, 5 milljarðar, þú veist, hvernig erum við, þú veist, það eru alveg peningar í þessu. Þú veist, kannski með 2-3% komis. Já, ég heldur sér 0, eitthvað. Heldur það? Já, ég veit allan sko, öflun landsfjár hjá svona fyrirtækjar ágjöfum eru í alveg kringum 2-3%, sko. Já, það er alveg veist, aðeins önnur ella. Já, það er það, sko. En þetta er náttúrulega ekkit annað nema öflun landsfjár, þú veist, skuldabréf útboð í öðru sínu en... Ég þori ekki að fara með það, sko. En ég veit bara að, þú veist, eins og Lípar og aðri sem eru á bestu kjörum í öllu svona brokerage, þeir eru kannski bara á 0,1, 0,2%. Já, það eiginlega hlýtur að vera. Ég trú ekki að fara yfir 1%, sko. Nei. Þeir eru komið í svona upphæðir, sko. Já, ég held ekki, sko. En við getum, og ég meina, svo er þetta náttúrulega bara einhver sveitafélög. Þeim er kannski skýt saman komis. Já, svo er það. Já, auðvitað er það. Reykjavíkurborg skýt. Það hefur ekki beint sínt sig að þið sé eitthvað að hugsa peningana, sko. Nei, einmitt, sko. Við vorum að hugsa að gera þetta á 0,5%. Strákar, takk ekki bara 1%. Standi ykkur svo vel. Já, ég veit ekki. Með okkur líka í dag að vettvangur. Já, ég er með nefnilega. Ertu með eitthvað í boði vettvangsvinni? Já, Elmar nefnilega. Hann sagði við mig, Iddi, spottaði fyrir mig einhverja lottara. Og segði frá vettvangi. Og það er bara svo, það er oft hægt að sjá í gegnum svona lottara. En til dæmis eru Dominos. Ekki lottarar. Með vettvang, besta app á landinu. Já, þetta er bara. Svo líka að finna. Sér verðlaunaskápur, sko. Ef einhver efast að vettvangur, þú veist. Álagsprófið á ammælinu, það hefði ekkert með hugbúnaðan að gera. Hveiti kláraðist. Hugsaði þér. Já, það var þannig. Já, hugsaði þér. Það er magnað, maður. Elmar stóð vaktina. En ef einhver allar að efast vettvang, þá þurfum við bara að líta í verðlaunaskápinn. Það eru bara öll helstu fyrirtæki landsins sem að hafa unnið með þeim í hugbúnaðargerð og svona stafrænu lausnum. Mæli með því að fara bara á síðuna og setja sér í samband. Það er með einhverja hugmynd, lítið meðal stórt fyrirtæki. Þeir taka ykkur í hönnun og sprett og fara í gegnum þetta. Ekki hlaupa staði í einhverja vitleysu. Nei, alls ekki gera það, sko. Og hér höfum við nefnilega dæmisögu. Að hlaupa staði í einhverja vitleysu. Hvað með það? Það sem að vettvangur hefði mátt vera fyrir. Zoom pizzeria. Zoom? Já, Zoom. Bara eins og hérna fjarskiptafyrirtækið. Ekki alveg. Z-U-M-E. Og sko, við höfum nefnilega aldrei látið verða því að kíkja á ársreikninga hjá einhvern sem fór á hausinn og taka á fyrir. Nei. Við höfum talað það, aldrei látið verða því. En þetta er svolítið áhugavert dæmi. Þetta er stofnað 2015 af hugsjónarfólkinu Alex Garden og Julia Collins. Þetta er eitthvað skrítin pizza, eða ekki það? Já, sko, hlustaði. Já, herri, þau hætti að selja pizza fyrir mörgum árum, sko. Vá, ég sé þeirra nýs. Já. Þau sem sagt voru búin að reikna sér niður á það að bara hvað getur við sagt, bara global pizzamarkaðurinn væri broken. Þetta er allt mannaflsfrekur bransi við að búa til eina pizzu. Og til að toppa það, þá fannst þeim sko eitthvað að því að pizzur eru bakaðar og svo er þeim skutlað til fólks. Þeirra hugmynd var sem sagt að búa til hvað heitir þetta bara hugbúnað í rauninni og róbota og algrím og gervigreind til þess að baka pítsuna í bílum á meðan þú ert að skutla þeim til fólksins. Já. Það er þeirra sín. Og þau horfa á markaðinu og ég er með spurningu í búið vettvang. Veistu hvað eru margir pizzastæðir í Bandaríkjunum?
cirka. Keðjur þá eða bara stakir pizzastæðir? Þú veist, væri Dominos þá bara 100.000 skilur? Dominos sem 6.000 í Bandaríkjunum. Já, ég held að þessi með 130.000 á heims. Held það? Eða ég að bulla? Ég held að sé að bulla. Já, það er alveg mikið, það er alltaf mikið. Hvað er bara mikið? 6.000 í Bandaríkjunum, ég ætla alveg að fara í 200.000. 75.000. Ok. En gott gisk, Elmar hlæraðir. Heyrðu, sko, hugmyndin sem þessi, þetta er risamarkaður. Það er eitthvað broti í því að þú sért með svona mikið af fólki að baka þessar pítsur og selja þér. Heyrðu, okkar menn eða okkar fólk ná að taka inn $6 million í Series A funding, sem sagt bara áður en að þau ná að hrinda þessari hugmynd í framkvæmd. Það er 2016. Sama ár náðu þau að setja fyrstu pítsuna í sölu. Svo kallu tilraunútgáfa þar sem að róbótti setti pítsasósuna en mannsöndin sá rest. Svo fóru þær óbakaðar inn í bíl sem var með 56 bakarófnum. Já, þetta er þessi stóri bíl hérna sem ég er að horfa á, eða þú veist. Já, þetta er með 56 ofna og hann keyrir síðan að stað og það er róbótti sem sker pítsuna þegar hún er klár. Ég er að meist hérna, mér finnst það geðveik hugmynd. Já, býttu bara. Það er nefnilega eitt vandamál við þetta sem gekk aldrei og þau gátu ekki fengið sér til að leysa. Bráðinn ostur er erfiður á ferð og því skal aldrei gleyma. Þannig að þau ausa pening í allt þetta en þau náðu aldrei að leysa það. Svo verður bráðni osturinn þegar maður falli. Já, að þegar þú ert að baka á ferð og tekur beygju, þá færist osturinn á pítsunni. Þannig að bara strax frá fyrstu pöntunum þá voru þeir að fá kvartanir, bara, heyrðu, pítsan sökkar. Og var bara þetta eitthvað logistik sem bara var ekki hægt að... Það var ekki hægt að leysa þetta. Það er bara, lærdómurinn er, bráðinn ostur er erfiður á ferð. En ég meina, þú veist, það eru samt... Það er fólk að skutla út pítsum alltaf. Það er búið að baka á staðnum, láta þér kólna aðeins og svo fer að stað. Já. Þarna, ef þú bakar á ferð, þá fer osturinn á ferð. Heyrðu, það tók þau 2 ár og ég held að hafa sturtað niður sko bara einhverjum $30 million í að átta sig á þessu áður en að þetta snjalla fólk segir, heyrðu, við verðum bara að hætta þessu og pivot yfir það að koma fyrir bara svona bílum, hvað heitir þetta aftur? Matavögnum, út alla San Francisco og ætla að láta reyna að þau séu með bestu gervigreindina til að skilja sem sagt neytendahefðina upp á það að, heyrðu, við vitum að vera pepperoni í Garðabæ á föstudaginn en eitthvað annað bla 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 bla. Þetta floppaði á 6 mánuðum en það voru, og svo náttúrulega kom líka ljós að þau voru ekkert með betri pítsur en einn annar sko. Nei. Þau voru alltaf að reyna að leysa vandamál sem voru eiginlega ekki til staðar. Heyrðu, 2018 þetta eru sölu með döðans áttaðu sig á því að pítsur er eiginlega bara vesen þannig að þau vilja leysa aðeins stærra vandamál. Þau vilja leysa alla nútíma aðfangakeðju matar. Þau byrja á litlu vandamáli sem náðu ekki að leysa fara í ennþá stærra. Er þetta fólki, er þetta hugsanafólki? Já, þetta er snillingarnir. Myndirðu segja þetta hugsanafólk hlægi í dag? Nei, þau nefnilega lokuðu sig núna fyrir 2 mánuðum, þetta farið á hausinn. En 2018, þrátt fyrir öll þeirra failures, þá kölluðu þetta Farm to Fork Transformation. Okkar maður, Mayoshi Son, sem er annar ríkasti maður í Japan og við höfum rætt á þér með Softbank, honum finnst það geðveik hugmynd. Þau fá fyrirtækið verðmetið á 2,3 milljarðir bandaríkjadollara og hann leggur inn heldur $330 million þannig að total funding eru $430 million. Þú mátt reikna fyrir mig hvað það er mikið, það er einhverju 50 jardar sem þau fengu í að leysa vandamál. Heyrðu, þau átta sig á innan við ári að þessi hugmynd á svona 10 öðrum gekk ekki alveg upp. Svo árið 2019 faraði aftur í nýja stefnu og það er bara búið til pizzapakka, svona pakningar. Bara svona pappa? Já. Og nema þau ætla að gera það úr einhver svona umhverfisvæn. Pældi hvað er sætt að fara úr þessum hugmyndum yfir í eitthvað svona. Já, og þau ætla að gera þetta alltaf umhverfisvænt. Bara búið þetta til úr matarafgöngum eða eitthvað. Heyrðu, svo kemur í ljós að þau eru byrjað að framleiða þetta, að þau eru með eitthvað efni í þessu sem heitir PFAS sem má ekki koma nálægt mat, þannig að þau átta sig á því alveg til lokin. Svo kemur COVID. Hvað gera þau í COVID? Þau fara að selja grímur. Þetta eru alveg braskarar. Svo segja þau 500 manns og eru búin að vera bara hlaupa í drullumallinu núna í 3 ár. Þannig til að endanum loka þessu. Hugmyndin þín lifir hins vegar ennþá.
því að hérna í lok fréttar segir að það er fyrrum verkfræðingur frá SpaceX sem komið með held ég $16 million í fyrirtækið Stellar Pizzeria að fara fyrsta sem ég hugsa að vera með einhvers konar dempara eða stabilizer, þú veist, á pizzunni einhvern hérna, hvað heitir þetta? Þú veist, þú sér svona myndavélum og öðru skilur bara þannig að pizzan í rauninni mun aldrei hreyfast og að bíllinn hljóti einhverja nekki skilur hringdi í Majósi hann er búinn að setja 30 milljarða í þessa hugmynd ef þú getur ekki leyst þetta með 30 milljörðum sko, þá er ég nú ekki vissum að þú eigir bara heima í business þetta fólk er held ég hugsunarfólk sem að hló aldrei það er eiginlega bara staðan sko. Þannig að minn lærdómur af þessu öllu er að þú veist, það versta er að þau hafi farið bara út í grímundar skilur það svo mikið urgjafar og fjárfestarnir eru alveg búin að gefast upp á öll frá sömu kennitölu, við byrjum þessu pizzu gerðvíkreindar fyrirtæki og við erum bara að selja grímur núna þetta er alveg ótrúlegt heyrðu, ég held ég sé að vera tæmtur ég held að hann verði aðeins í styttri kantinum með okkur í dag ég þarf líka að vera farinn en ég þarf að hendin, ég glemdi því síðast bara að klára, þeir eru alveg að úreldast hjá með brandararnir út af einna stjórnur reviewinu heyrðu, allar að vera með brandarhotni ég er með eitt fyrir 15 ára eigum að fresta þig aftur viku eða? Nei, ég tek eitt Taktu eitt núna heyrðu, þetta er nefnilega two-part sko, hann advansar sko, ég var á miklu flakki landið þessi gerist í júli, rosalega current þá en sko, kemum við á nokkrum skrifstofum og við stattur fyrir austan og stelst ég eitt fundarherbyggi á Rekus og þá búið að bóka svona vissaði svo mætir einhver stúlka og svona smegir hausnum minn bara biskupinn mættur við þig þá og ég segi bara býtu, hvað? Já, þú ert umboðslaus hérna Þetta tengja? Ég alveg hló mig máttlaus að þeirri fatt Biskupinn er alltaf búin að vera umbóðslaus í ár það er alls konar vesinn í kringu það núna og ég sagði, við heldum pinguþing og ég fekk en svo bara hendum mér út sko. En þá er þetta saying á skrifstofunum fyrir austan sko, þetta er mjög algengt á stóru vinnustöðum og þetta stelast í fundarherbyggi og í staðin fyrir að vera eitthvað leiðilegur maður hefur svo oft lent í þessu ég er búin að póka að henda frekar í nei, ég er bara biskupinn mættur að vera svona, þetta er svona þetta er nettalegir þetta er svona passive-aggressive svona þetta er svona skemmtilegt ég fattar þú brandarann? Já, ég fatt hann ég hef nefnilega talað fyrir því áður að við förum í sko, samstarfið biskupsembættið Já, ég held að það sé ekki fara að gera Jú, ég held að það sé það er alveg hægt að finna leið þar Já, ok Finna okkar hagsmunum saman Pingjan og biskupsembættið Herru, nei Var það umbóðslaust samband? Ef Agnes er að, já, sennilega Ef Agnes er að hlusta þá bara heyrur hún í okkur ef hún hefur áhuga á því Við getum alveg talað orðið Guðs hér En erum við þá ekki bara búinir í dag eða? Jú Og svona í styttri kantinum í dag En ég vil enn og aftur minna á að tilgangur þessara þátta í upphafi var 30 mínútur Eða sem sagt svona tilgreind lengd Þannig að það er alltaf svo gaman hjá okkur Við förum nú yfirleitt svona lengst yfir þann tíma Já En að því sögðum Þá ætla ég ekki að afsaka með ég verði beint í bílinn Já, við kannski auglýsum það núna Já, endilega hlustið á beint í bílinn Ég kólkólaði Pétur Jóhann Sigfússon og hann var að taka upp kemur fram í þættinum Ég verði eins og einhver rækja reyna bókan í þátt sem var ekki tilefnið en því ég mæli mig að hlusta á beint í bílinn Þá bara ásku ykkur kæru launþegar nær og fjær góðar helgar Já, eigi frábæra helgi og við verðum aftur með ykkur á þriðjudaginn það stefnir í svona dálítið sérhæðan þátt þá Já, heyrðu mögulega, fjarskipti og fleira skemmtilegt Já, við erum að fara að ræða fjarskipta juice Já, má juice inn í helgina, segjum það Ok, bye